Svona, velkomin aftur í útsetningu sem snýr rétt. Það var sérst lásinn hérna á símanum hjá mér sem gerði verkum hans síðast ekki. Nú er leikurinn bara að byrja. Ég fikra mig hérna svona meðfram vellinum. Við erum með lánsmann hérna í dag sem byrjar hérna fremstur. Nico, númer 83. Númer 75 er Ragnar, hann er á vinstri kanti. Kristoffer Logi hérna á miðjunni, númer 57. Magni í miðjunni, miðjumaður í varnarlínu. Bjarni hérna vinstri bakvörður og hinum er Matti, hægri bakvörður. Svo sjáum við hérna lengst í burtu er, það sýnist vera Alexander. Og í markinu er Július. Hann er búinn að fá nokkur æfingarskot á sig hérna í dag. Og mótherjarnir eru Selfoss sem fikrar sig inn á völlinn. Raggi, klárið þetta? Já. Selfoss byrjar með boltann. Dómarinn horfir ábúðarfullur á klukkuna. Það vantar hérna síðasta leikmann Selfoss á völlinn. Kemur skokkandi inn hérna. Og það er leikurinn. Hrópar þjálfari Selfoss leiðbeiningar. Allir inn í hornið. Og hér kemur spyrnar frá Kristoffer. Inn í teig og það liggur. Og skot framhjá. Ekki mikill friður frá Breiðabliksmönnum hérna í byrjun. Hann er boltanum við endamark, já, og hann lifir. Ætlar að prjóna sig framhjá, tekst ekki. Boltinn enn í leik til Nico og þetta var varið af Selfoss manni og þeir taka rásuvöllin. Stjakar hraustlega við, en já, Breiðablik inn úr boltan. Losum. Já, hann er enn í leik. Þess að við Matta. Matti tekur. Það er kapplaup. Selfoss stoppa boltan í hlaupinu. Setta hann inn á miðjuna. Það er aðeins verið að slást og Breiðablik boltan. Og halda honum, nei, Selfoss. Margir hérna. Kristoffer. Ja. Glæsileg móttaka hjá Nico. Sterkur og dómarinn dæmir horn. Glæsileg móttaka hjá Nico. Bjarni Arnarsson
sem spreytir sig á horninu, hótspinnunni. Hárfín bolti, best gegnum teginn. Tveir sem að reynda ná í hann, gekk ekki. Þá var framherji Selfoss nokkuð óvaldaður hann fremst, en við vinnum boltan. Níko tekur hann út á kant. Ragnar réttur upp höndina, vill fá hann, en það er varið af Selfoss. Já, Breiðablik vinna boltan hratt. Aftur. Skiptast á hérna liðin. Dansan á liðlínunni. Selfoss heldur boltanum. Matti er hérna sinna varnarvinnunni. Inn á miðjuna hjá Selfoss. Reynir sending út á kant, gengur ekki. Bjarni vinnur boltan. Reynir að smeygja sér undan sóknarmanninum. En höldum við boltanum? Nei, Selfoss vinnur hann fyrirgjöf, en Júlíus tekur þennan. Matti óvaldaður hann á kantinum, löng sending fram. Það er sprettur. Og Níko tekur hann, nei. Eitt Selfoss maður liggur eftir. Nei, hann stendur upp hérna, sé ekki í vind. Bruna frá völlinn. Stoppar þetta, Kristófer kominn á ferðina með menn sig hvor megin við sig, gefur út á hægri og þrumur skot og varið. Og boltinn út fyrir Fagralund, kominn bara inn í póstnúmerið hérna hjá Reykjavík. Markmaðurinn er með aukabolta í markinu, við erum alltaf von á þessu. Það er hornspyrna fjær. Hárfín bolti, lítur vel út. Og þetta greip markmaðurinn en misti út fyrir endamark, þannig að við fáum annað horn. Það er önnur hárspyrna, inn, aftur, beint í hendurnar á markmaðurinnum. Spark. Komast er hratt. En glæsilegt. Það er glæsilegt að taka breiddina á þetta hérna. Bjarni alveg óvaldaður. Nú fer hann upp miðjuna. Svo. Gríðarlega baráttu þarna og Níko með fyrirgjöf. Nú þeir ná að hreinsa og halda boltann. Glæsileg baráttu hjá Ragnari. Vinnur boltann, nær fyrirgjöf. Þar er enginn inn í teig. Bjarni tekur á móti honum. Níko, hann heldur bolta á velli. Út á Ragnar. Kastspil, og það er... Þar barst boltinn í mark. Selfossmenn eru fá hendi. Dómarinn er ekki á þeim buxunum, heldur tekur hann upp spjaldið og skrifir á sig markið. Þetta var barningur hann við vinstri stöngina. En staðan er þá 1-0 fyrir Breiðablik. Selfossmenn ákveðnir hann. Ekki að staði sóknina. Vinnur Logi boltan í vörninni, sendir fram á Níko. Níko er með mann á hægri kanti sem hann reynir að senda á. Höldum við boltanum. Nei, boltin fer út fyrir, en nei, Selfossi dæmdu boltinn. Breiðabliks strengir á því að þeir ættan, en einhver misskilningur þarna. Selfissingar
benda Breiðabliksmönnum á það að dómarinn dæmi hérna í þessum leik sem ekki fjarri sanni. Það halda boltanum og það einhver á vöflur á því hvernig innsparkið skuli tekið. Jæja, og boltinn besti markmannsins sem að hreinsar en beint í fæturna á okkar mönnum. En stöðvar að Breiðablik og nú fer lestin á stað held ég maður. Nei. Við, Harkan. 6 Logi með boltan. Upp á hægri kantinn. Snarstoppar, snýr sig við. Kemur Selfoss, syngur og tekur. Kemst inn í sendinguna. Langur bolti fram á vallarhelming Breiðabliks. Enginn nema Júlíus til að taka á móti þessum. Raggi kallar minnir á sig Frýr sem hann sannarlega. Allt inn á miðuna. Glæsilega pressa, þeir eru fá ekki mikinn frið með boltan en þarna má ekki heldur. Þarf að mæta boltanum hérna í sendingunum. Þeir eru ennþá snöggir. Selfyssingarnir vilja hefna fyrir þetta mark. Innspark, Selfoss er sjálfur að staða með boltan og nú stefnir í að vörnin hjá Breiðablik hirði þennan bolta. Logi inn í hann, nei, aftur til Selfoss. Þá mæti Kristoffer en haldaði boltanum og nú væri á Selfoss maður liggur óvígur eftir einhvern samstuð sem ég sá ekki. Og gert hlé á leiknum. Hérna í leiknum á undan þessum, þar slasaðist markmaður í liði andstæðinga, fór út af. Ekki á hverjum degi sem maður þarf að finna mann á bekknum hjá sig sem að getur tekið markmannsstöðuna. En hér taka menn sér stöðu, Logi fær boltan úr dómarakasti. Út á hægri kant, Níko kallar eftir boltanum, löng sending. Aðeins fyrir utan hlaupa brautina hjá Níko. Markmaður Selfoss. Og skot rétt fram hjá Kristoffer sem náði boltanum hann á útsparki. Köpnur sem manni finnst þessi strákar að vera tilbúinir byrja að fara að spila á stærri velli. Það verður svolítið þröngt stundum. Kemur Raggi inn í sendingu, gefur hann aftur inn á miðuna til Kristoffers. Kristoffer áfram út á hægri kantinn. Það er Alexander, gefur háa fyrirgjöf og rétt yfir markið. Liggur hitinn svona sennilega í -1, eitthvað þannig. Það er svona, ef maður stendur kyrr hérna á kantinu, þá finnur maður aðeins fyrir kuldanum. Og röð handtökja Bjarna. Vinnir hérna á 2 metra reglu. Það er ekki bara út í búð. Nú dæmi dómarinn hérna horna með sýnist. Nú liggur situr Níko eftir, þetta er sagt. Fékk eitthvað högg þarna eftir hann skilaði á sér boltanum, sýndist mér.
Þeir vilja fá skiptingu hérna, bæði Nico og leikmenn. Ég vil svona ganga úr skuggum það, þess þurfi raunverulega, en kallar Matta inn. Finnst mér. Hér er leikurinn farin í gang. Þjálfarinn á vellinum og Nico og allir. Nei, Bjarni með glæsilega hælspyrnu og nær á boltanum. Nú gera slutmyndir hratt hérna. Þarf að mæta. Boltinn enn inni. Varnarlínan heldur vel. Kloppi. Og aftur. Alveg út að enda. Kristoffer Logi mætir. Hrassa við. Alexander með boltan. Það er að prjóna sig inn í gegnum vörnina. Það er allir selfissingar inn í teig. Hver einn og einasti. Og svo endar á skoti framhjá og markspyrna. Já, staðan er sem sagt 1-0 fyrir Breiðablik. Það er ekki, fyrsti fjórðungur er ekki búinn að þessum leik. Logi hérna á fjarkantinum í baráttu við leikmann Selfoss. Kristoffer mættir hérna líka. Hart lagt að þeim. Boltinn besti hérna á miðjuna. Þeir bakka örlítið. Löng sending fram. Þar er engin nema... Júlíus tekur þetta. Orðið er svolítið hættulegt hérna. Júlíus kom með 1-1 móti Selfossi. Matti brunar upp línuna. Löng sending fram á Loga sem að Selfoss kemst inn í. Og þá flautardómarinn til loka fyrsta leik fjórðungs. Staðan 1-0. Nú við stoppum ekki útsendinguna hérna. Látum þessa mínútu bara líða. Þetta er cirka mínúta sem menn ráða ráðum sínum aðeins hérna. Nú vellinum fjær var hlautað til hálfleiks leik fjórðungs á undan okkur, en þeir eru löngu búnir með pásuna komnir út á völl. Nú er okkar menn að stíga hérna á völlin til að byrja aftur. Og svona fyrstu sín, þá er búið að stokka aðeins upp hérna. Kristoffer er kominn fremstur. Nico er þá út af eftir skiptinguna áðan. Það eru allir varnarmenn inn í Selfoss teiknum. Nú gleymdi myndatökumaðurinn sér hérna aðeins. Það er Logi sem mætir hérna aftasta manni hjá Selfossi. Kristoffer kominn í mikla pressu. Vinnur boltan. Hælsending á Ragnar sem gefst numlein í Selfossmaðurinn. Og það spila alla leið heim. Júlíus mætir þessum bolta. Hvað gerir hann? Yfirvegursending út til vinstri. Sem Raggi með boltan. Stefnir inn á miðjuna. Sending sem að Bjarni hirðir hérna. Brunarböllin og mæta Selfoss menn og það er horn. Nú kíktu menn aðeins í myndavélina, sáu þeir voru í mynd. Þetta er því.
menn fá skot. Aftur segja þeir, ei. Reynir skot, best aftur út í sóknina. Stilt upp í eitt hátt og hann syngur í netun á löngufæri. Og þá staðan orðin 2-0 fyrir Breiðablik. Og hvað á að giska? 17 mínútur kannski, búnar af leiktíma. Það bil. Selfoss séu sóknina. Kristófer í pressunni. Matti tekur boltan hérna eftir hásendingu, skallar hana. Raggi með boltan á línunni fjær, heldur honum inn á. Mætir Selfossmanni, nei. Þeir vinna boltan, en þannig er hann hirtur á þeim. Það var komin til Matta aftast, nú til Ragga, inn á miðuna til Alexander og glæsilegt þing alla leið fram. Kristófer, löng sending, prjónar sig hérna með fram línunni og svo skot fyrir mannið og þriðja skotið, það liggur aftur í netinu. Og staðan orðin nokkuð þægileg fyrir Breiðablik, 3-0 og þá fer Kristófer Logi út af í skiptum fyrir Nico. Nico heldur áfram hárri pressu. Það er 2 móti 2 hérna í tegnum og þá reyna langa sendingu út. Þar býður Bjarni. Nú er allt lagt, já, ekki lengi gert að taka þennan bolta tilbaka. Stungur sending hérna inn fyrir. Alexander mættur aftur. Og þetta var læknisfræðileg tækling hérna af Selfossmanninum. Stutt horn. Boltinn kom aftur leik. Mennum fá boltan út í teig. Það reynir fyrirgjöf. Fekk beint í fæturna á Selfossmönnunum. Þröngt spil á miðinni, Logi vinnur boltan, en Selfoss tekur hann aftur. Raggi komin í baráttuna. Nei, enn haldaði boltanum. Það eru 5 menn sem eru sinna hérna varnarhlutverkinu núna hjá Breiðablik. Þannig að það hefði ramman reip að draga. Og boltinn út fyrir hliðarlínuna. Nico með einspark yfir til Loga. Logi, Matti tekur boltan, stefnir inn teiginn, gefur inn á Bjarna. Bjarni með skot og það er naumlega varið. Náði hann að vinstri hægri hönd á boltan, markmaðurinn. Hann tekur bara eina hraðsendingu hérna fram völlinn. Bjarni vinnur boltan hérna úr langarspilinu og heldur honum inn á vellinum. Þetta er mjög þröngt og þá er það markspyrna, segir dómarinn. Markmaðurinn gefur hann hérna út til vinstri, komin alveg inn í horn. Að sjá Nico hérna komin á ferðina aftur, greinilega ekki illa meiddur eftir samstuð þarna áðan. Men Alexander kom með boltan hérna. Nú, einhver misskilningur hver á að gera hvað. Rétti skot og hátt skot hjá Alexander. Markmaðurinn virr og út af. Horn í horn.
Og hér býður sér enginn í neitt stuttspil, þannig að það bara löngi. Jú, býtu, og Matti laupandi út. Fáum við fyrirgjöfuna frá þægilegri horni, en þarna voru eftir sem aður fleiri selfisingar í tegnum heldur en Breiðabliksmenn. Það varnarmennirnir halda sig aðeins fyrir utan teginn til þess að taka við boltanum ef hann skildi berast í einhverja skyndisókn. Jæja, útspark beint í fæturna á Alexander, en Matti, nei, Selfoss kominn með Raggi vinnur boltar hann á línunni fjær, en hann lekur út fyrir hliðarlínu. Selfoss á það þennan bolta. Gefa hann hérna inn á miðjuna. Löng sending fram yfir miðjuna, þá þarf að hlaupa. Bjarni vinnur þarna boltan í návíi, stjaka við þarna. Há sending inn, fæturna á Ragga. Hann tekur þetta örugglega út á kantinn til Bjarna. Þar eru þeir tveir. Nico boltan reynir að komast fram hjá. Þetta er svakalegu dans hérna. Það er Ragnar til Alexanders. Alexander er að vippa honum inn, gengur ekki há sem varnarmaður sem tekur við þessum bolta, gefur hann út á vinstri kantinn. Það eru það Ragnar og Matti og Bjarni sem eru í vörninni, og nú vantar aðeins og Júli tekur þennan með fótunum og dómarinn dæmir hornspyrnu. Fatastaflanum hana, þér stutt horn og fer aftur yfir í horn hérna. Það varst ekki alltaf að taka stutt á horni aftur. Hátt, herra. Breiðablik vinnur boltan. Er Nico frammi. Kallaðir yfir hérna. Það er erfitt að athafna sig hérna á svona miklum hraða, en losaði við boltan, Kristófi með boltan. Kemur út á hægri kantinn. Matti kemur honum yfir á Loga. Logi og skýtur reyndar sagt í varnarmann Selfyssinga. Og út af í horn. Er kominn fremstur hérna í þetta, og svo kom Raggi frá hinni hliðinni. Þetta var glæsilegt. Þarna þurfti að elta mannin uppi á löngu færi. Bjarni með boltan, löng sending yfir til Loga hinum megin. Þetta er aðeins og först sending. Jæja, hún er fljótlega að stöða þessa skyndisókna því það var engin maður í varnarlínunni eftir. Það þurfti allir að byrja fyrir aftan sóknarmann Selfyssinga. Staðan er 3-0 fyrir Breiðablik. Hér erum við aftur komin í það. Það er skot og það er í stöngina. Þarna voru menn eitthvað aðeins uppteknir í sókninni. Mista aðeins sjónar af Selfyssingunum. Menn kalla hérna. Nico vill fá boltan og viðstöru skot og hann syngur hérna aftast í netinu. 1 touch. Og eru menn að fyllast eldmóði hérna. Þetta var glæsilegt spil. Þetta var einfalt og hratt. Erfitt að verjast því. Staðan þá 4-0 fyrir Breiðablik. Logi mætir þessum bolta, ætlaði að gefa hérna viðstöðlösa sendingu á Nico sem var fremstur. Bara að láta þér skotin dynja hérna markinu. Vippaðir hérna boltanum yfir í
Svona það er vörnin hjá Breiðablik heldur mjög vel. Raggi skallar hann að boltan. Bjarni nær þessu eða hvað? Nei. Það var þetta Magni sem að skalla hann að bolta, ekki Raggi. Fyrirgjöf, þetta er í hendunar á Júla. Einfalt æfingarskot. Boltinn beint út í sóknina. Já. Matti tók hann inn á miðjuna. Og áfram út á Loga, heldur á boltanum inn á. Þetta er tæft, jú. Hann stoppar hann alveg á tíkalli. Nico. Kristófer bendir í teginn. Kristófer. Kristófer 1, viðstöðlust hjá Nico og nú blæs byrlega með Breiðablik þessum leik. Menn koma ágætlega undan vetri, má kannski segja. Mjög langt síðan. Þar hefur séð þessa stráka spila nokkuð. Það er langt liðið hérna á fyrri hálfleik. Staðan 5-0. Það er samt, sko, slægir ekkert af selfissingunum, sko. Það er ekkert. Kristófer prjónar sig hérna í gegnum þetta. Þá dæmir. Sýnist aukaspyrnu frekar en vítið og þetta hefur nú verið alveg á landamærum teiksins hérna. Að ákveða sig hvar þetta hafi átt sér stað hérna brotið. Mér finnst veggurum persónulega vera svona frekar nálægt. Kristófer, stutt skot, þetta var rosalegt. Kristófer tók aukaspyrnuna út til vinstri, lága sendingurinn út til Bjarna sem var fyrir innan. Gaf háasendingu fyrir markið sem Matti var í færi til að skalla inn en hvort hann skallaði eða skaut, það alltaf fór í slána út af. Halsendur komin inn í teginn. Bjarni stoppar hana boltan. Kristófer gefur út til hægri á Loga, hann er ekki alveg alla leið svo sending. Það snýst þessi hring með boltan, Logi. Kemst þarna á milli, skiptir hratt hendur boltinn hérna. Logi aftur, sendingin á miðjuna. Þá var Selfoss komin með boltan. Það er alltaf Breiðabliksmaður á milli í öllum sendingum. Kristófer aftur út á Loga, Logi inn á miðjuna. Og aftur Kristófer inn á Loga, Logi með skot. Var með Alexander með sér líka. Og nú vilja þeir þetta gerist hratt Selfoss en þá er flautað til hálfleiks. Staðan 5-0 fyrir Breiðablik í hálfleik. Men bara ferskir fætur tiltölulega. Og hérna sjáum við nokkra velvalda aðila sem sinna hérna mikilvægum störfum. Það eru dyramenn og aðstoðarmenn. Annars er fátt hérna í Fagralundi í dag. Það er hérna, það er í rauninni engir sem að standa hérna neins staðar. Það er einhverjir bílar hérna sem að fólk er inn í hlíðunni. Annars eru áhorfendur kannski bara flestir á þessum leik allavega bara við tölvuna eða síman. Þess að fikar mig hérna nær og þess að fara inn í skipta á grafni.
Það heyrist nú ekki hérna hvaða lífsreglur þau verið að leggja drengjurum. Júli aðeins að hreyfa sig hérna, hann hefur ekki haft mikið að gera í markinu. Ekki lokuð fyrir að skotið að menn svona aðeins stirni pínlítið hérna í frostmarkið. Klárir, kannski minn að fara yfir heldur en það sem andstæðingarnir þurfa að punkta og skoða. Já, þá skiptaði sérst vallarhelming og myndatökumaðurinn líka. Uppstillingin er þá Nico fremstur, Kristoffer á miðjunni. Sé ekki hérna fyrir ég sem Bjarni, Matti og Logi eru hérna í varnarlínunni. Nico fer bara leggur til atlögu hérna. Ekki lengi gert að koma boltanum í réttar hendur. Þeir hafa nú kannski fengið leiðbeiningar um það að herða á í vörninni. Selfyssingar, það þarf að gera bæði, það þarf að verjast og sækja. Þetta var nú stemdi í glæsilega stungusendingu hérna hjá Selfyssingum en var stöðuð. Þröngt spil hérna. Glæsilega sending út til hægri. Magni hérna ætlaði bara alla leið inn í markið. Það varð horn úr því. Loga er hérna fyllt eftir varnarmanni, nú ekki stuttuhorni. Þetta fer út til Alexanders sem tók hann vinstöðulaust skot. Útspark. Þessi fer nú bara alla leið út til Selfyssingar á vinstri kantinum. Hann kemst alla leiðin í teig og Júli heldur honum inn á vellinum. Svona. Langt spil hérna út á kantana. Bjarni tekur boltann hjá menn, stoppar hann, snýr við. Og hann er 1 á móti 1. Selfyssingur vinnur boltann. Kristoffer kemst inn í sendinguna, snýr við, stoppar, dregur boltann, kemur honum ekki yfir á Bjarna í fyrsta. Þarna, nei, þetta voru... Já, nú... Nei, Kristoffer vinnur boltann, það verður skot úr því og það fer rétt yfir. Það var svona skot sem var stundum lekur inn. Á löngu færi, jæja. Logi á hægri kantið með boltann. Kallar á Nico. Nico á Kristoffer. Kristoffer út á Alexander. Alexander skot. Í Selfyssingin. Þarna. Það er glæsilegt spil, það voru hraða sendingar og erfitt að verjast þessu náttúrulega. En það er bara, það slægir ekkert á Selfyssingunum. Það er allt á fullu. Bjarni vinnur boltann. Á vinstri kantinum, brunar upp, kemur einn í hann hana, hann nær að losa sig við hann til Nico.
Hann mætir hástnum varnarmanni sem að skýtur í Alexander, mætir Kristoffer og ekki náðir að vinna þennan bolta. Kristoffer ennþá hérna í miðjunni. Þetta tekst ekki heldur hjá Ragnari. Kristoffer aftur, jú, býtu. Núna er honum, það er út til vinstri á Alexander sem að hleður sennilega í skotið en það er varið. Þannig var Nico með í sókninni en það var varnarmaður á honum eins og öskupóki. Losnaði ekki við hann. Hornið, Nico með boltan og stuttufæri, skot og skorar. Þetta er ómögulegt að verja á svona stuttufæri en staðan þá orðin 6-0 fyrir Breiðablik. Bjarni kom með boltan, strauir hérna upp miðuna, kemur hún yfir á Nico út til hægri. Þar er barátta, heyrðu, það er bara tæklingar. Raggi taklaði þarna boltan, nei, heyrðu, Logi, Kristoffer með boltan, aðeins svo langt hérna frá sér, missar aðeins svo langt frá sér. Heldur áfram á eftir honum, alla leið inn í sóknina. Bjarni með skot og fyrir endimörk. Endimörk, það er annað. Setur Kristoffer hérna upp í horn, lítur út fyrir að ætla að vera lágt og svo í gegnum allt. Einhvern veginn helst okkur ekki, náum ekki skotinu hérna, Logi með skot og fyrir markið, það sem Nico er, það er 1 á móti 2 hérna. Það er ekki alveg að halda boltanum, það fyrir út til Alexanders á kantinum, vippar hann frá í varnarmanninum, 1 á móti 1 hana, en hann heldur honum, jú, þetta er erfitt, það eru ekki marga möguleika að ræða hana fyrir Alexander að senda. Þá er þetta Kristoffer hérna á kantinum, berjast við manninum boltan. Alexander þar á eftir, ennþá haldaði boltan, þarna var mjög mikið kontakt þarna hjá Sander. Kristoffer með boltan, ætlar að gefa fyrir á Bjarna, tekst ekki. Bjarni klórar í boltan, vill koma nú hana yfir á Ragga. Það þarf að bjóða sig hérna, veitu, hann kemst fram hjá, nei, jú, Logi. Og nú er hreinsað. Nei, heyrðu, nú er enginn í varnarlínunni. Logi, og nú er nú að gera það Júla. Hann ver skotið glæsilega gert. Beint í fæturna á Bjarna. Bjarni gefur út á Ragga á kantinn. Og vill koma honum yfir á Kristoffer þinn fyrir. Og þar fer boltinn til Nico sem að nærum ekki, en setur hann inn með hælspyrnu. Eftir þessu sóknu þeir fagna þarna hógvarlega. Félagarnir telst mér til að staðan sé 7-0 sennilega. Breiðablik staðið sér vel í þessum leik bara. Gaman að heyra og tala saman hérna, kalla á boltan og annað. Kemur Logi upp, létt stungusendi inn fyrir til Ragga. Raggi mæti á boltanum, nei, heyrðu. Magni. Þannig já, út á kantinn. Læsilegt, þetta ætti að vera horn. Já, allt samkvæmt áætlun. Næsta boltinn út til Nico í teignum, en það er varið alveg við stöngina. Laust skot, þurfið tekið
ekki alveg í jafnvægi. Nú er allt í einu varnarlínan tóm hjá okkur aftur. Matti er fyrstur hana, nær að pota boltanum í burtu. Menn eru orðnir svona, já, þetta ánáttúrulega ekki að gerast. Menn séu bara óvaldaðir hérna í sókninni. Já, nú leiðréttir hérna Júli misskilning í markinu þar sem að Selfoss vildi fá boltan. Dómarinn var ekki sammála. Júli strángheðalegur hérna. Benti á það að hann hefði sparkað boltanum út af. Selfoss fékk þá boltan úr þessu. Rétt, skal vera rétt. Væri sárabót fyrir Selfyssinga að fara að setja kannski 1 mark. Glæsilegt fast skot hann á hátt. Hefði nú farið inn ef að Júli hefði ekki stokkið upp og gripið þennan. Nú ætla Breiðablik á stað en boltinn fer út fyrir hliðalínu. Styttist nú sennilega í leikhlé hérna. Sýnist það að vera komið hérna á hinum vellinum. Alexander kemst inn í þessa sendingu. Boltinn best þaðan. Út á kantinn. Sending hérna upp til Nico frá Ragga. Hann dokar aðeins við þarna. Gefur svo fasta sendingu fyrir sem Kristófur var í skallafæri en þetta var nú meira skot heldur en sending. Þannig að þá er leikurinn heldur áfram. Já. Matti nær hérna boltanum út á kantinn til Ragga sem er hérna, Magna sem er hérna í baráttunni. Kemur honum tilbaka og Alexander og Nico í sókninni. Kristófer hérna óvaldaður, lær ekki, Fekk ekki boltan úr þessu, fór í hendurnar á markmanninum, hann reynir aftur, langa sendingu fram, það sem hefur vantað í varnarlínunni hjá okkur, en hún er betri núna. Kristófer sendingu út til vinstri á Alexander sem að skýtur í hliðanettið. Það er útspark frá Selfossi, ekki nógu hátt. Lásending og nú er hætta á ferðum. Nico kom með boltan og Kristófer sýnist mér. Heyrðu það skot í stöngina. Logi vinnur þarna boltan. Nico leggur hann út fyrir Ragnar. Fast skot aðeins yfir markið. Nú sem sagt skýtur varnarmaður Selfyssinga boltanum út, Kristófer fær hann, tekur skot sem er varið. Nico fékk boltan aftur, náði ekki að búa til færi úr því. Það er innspark fyrir Selfoss. Snögg stefnubreyting hana. Kemst fram hjá, heyrðu. Þetta var glæsilegt maður. Þarna þurfti margt að ganga upp en gerði það sannarlega. Og Selfoss skorar fyrsta markið í þessum leik. Þá er staðan 7-1 fyrir Breiðablik. Þetta áttu þau nú fyllilega skilið eftir þessa spilamennsku. Alexander upp vinstri kantinn, kemur boltanum til Nico, viðstöðlaust aftur á Alexander sem snýr sig við, mætir vörninni og þá er sami leikmaður
Breiðablik, nei, Selfoss kom með boltan. Tæklaður. Selfissingar hvetja sinn mann til þess að standa upp. Logi fær hérna bolta frá Kristoffer, gefur hann aftur inn á miðuna. Það eru þröngt þarna, nei, losar Alexander. Nico hvetur hann til þess að fara sjálfur. Það hefur boltinn til Selfissinga. Háar sendingar, erfitt að taka á móti þessu. Kristoffer mætir honum. Hún spilaðir alla leið aftur hérna í einu aldarhelming. Först sendingin á miðjuna. Það er út á kantinn. Þaðan tekur Matti og sópar boltanum burtu og kemst svo aftur inn í sendinguna. Það eru tæklingar hérna hægri vinstri. Nei, býðu við. Alexander vinnur boltan. Magni fer hérna aftan að leikmannunum. Hann heldur hún í jafnvægi. Þeir báðir. Skot, Logi vinnur þennan bolta. Sending út á hægri kant. Nú er verið að hlaða í skot eða fyrirgjöf. Matti skallar í burtu. Hann í Magna. Magni létta sendingu yfir Alexander. Inn á miðuna. Og nú á að skjóta. Það er varið. Það finnst mér eins og þetta verið að koma hérna yfir í 4. leikluta. Já. Og akkurat þá er flautað. Staðan á 7-1 fyrir Breiðablik. Hér eru næstu lið komin. Getur verið Valur þarna. Eitthvað svoleiðis. Önnur lið þarna að mæta til leiks. Já, þannig að það sem hefur svona í seinni hálfleik þá hefur kannski Selfoss fengið nokkrar skyndisóknir þar sem að hafa komið langi boltar út úr teig hjá Selfossi og hérna okkar menn ekki átt aftasta mann á vellinum þannig að hafa komið svona skyndisóknir á okkur sem að hafa verið hættulegar en já, og eina mark Selfissinga kom upp úr svoleiðis sókn, 2 manna sókn hjá Selfossi. En Breiðablik náttúrulega með leikinn í hendi sér. Það er samt fínt að menn ekki, það er engin pirringur á vellinum eða þannig. Það er ekkert þannig. En þá byrjar Breiðablik með boltan núna. Nú er Bjarni kominn hérna fremstur. Kristoffer er á miðjunni. Já, það vantar hérna mennir eða þá tínast þér á völlin. Matti hérna út á ragga. Matti hérna út á Bjarna. Bjarna stjakaði í burtu. Það snerti boltan, þannig að hann endar hjá markmannunum. Nú er pressan alveg komin alla leið. Að tala saman. Áfram, segir dómarinn. Og boltinn hafi nú verið þarna á mörkunum. Það var ekki reynir að sendingunni í teig, gengur ekki. Kemur hann vestan hérna út til Magna sem tók bara skotið. En markmaðurinn klófir sér þannig bolta. Reynir aftur, langa sendingu út sem hefur gengið vel hingað til. Magni tekur hennar bolta, 1 á móti 2.
Gefur aftur út á Alexander og inn á miðina sem Kristófer verður boltan. Hann lætur vaða skotið fyrir í fæturna á varnarmanninum og þaðan fer boltinn í leik hjá Selfossi. Uppkantinn, nú það Matti að vera vakandi hérna, hann með mann á miðinni. Selfoss heldur boltanum og þessari viðuregn. Fara sjálfur á stað. Mér Logi hérna að sækja bolta. Úrspröðum fréttum. Fyrirgjöf. Matti tekur þetta út. Kristófer fer á stað, upp völlinn. Först sending var Bjarna út á kantinn. Erfitt að vera þessu, þetta gerist hratt á stóru svæði. Alexander tekur boltan, reynir að fara alla leið en snertingin aðeins og först þarna, þannig að boltinn fór út fyrir endalínuna. Það var mikill hraði í þessari sókn. Nú kemur útileikmaður Breiðablik sem tekur út sparkið. Það er stutt, Kristófer tekur boltan þarna. Það er bara Raggi baráttunni, skemmtileg snerting og skotið í stöngina og afturskot. Það fór í höndin á Selfyssingum. Það er sennilega hluti af líkamannum í þessu tilfelli. Það var ekkert úr því. Það er sóknar þungi hérna núna, kallar Matti hans í laus, hásendingin en út fyrir vallamörk. Lágsending frá markmanni út. Spilið alla leið upp völlinn. Heyrðu, hér er bara komið það var leikmaður Selfoss kominn alla leið inn í teig hjá okkur en á miklum hraða. Þannig að þegar hann fékk boltan í fæturna þá var erfitt að stjórna touchinu rétt. Þannig að það var mjög fast. Óljóst átti að vera skotið ekki. Jæja. Hér er Matti og Ragnar, spila saman. Ragnar leggur inn á miðuna fyrir Logi áfram til Bjarna og Bjarni með skot. Þetta var glæsilegt spil. Og Raggi aftur komið með boltan. Það er skemmtileg móttaka hjá Bjarna á hælnum. Hann er 1-1 hana. Boltanum sópaði burtu. Bjarni kominn á 100-inu til þess að vinna boltan aftur. Og það hefði verið að negla fram Níko aftasti maður hérna. Júli kominn í smá vesinn hérna í teig. Þarf að hreinsa út á Ragga. Matti kallar á Ragga út í hægra megin, fær boltan. Lyftur höndinni, sennilega merkjum allar ekki að fyrir. Bjarni stekkur upp í skallan, nær honum ekki. Alexander á fjárhóttinu, nær boltanum, gefur fyrir. Selfyssingar ná boltanum, reyna að hreinsa, gengur ekki. Kemur þrumuskot frá Loga sem ratar ekki alla leið. Selfyssingar með boltan. Og markmaður Selfyssinga sparkar hérna út fyrir hliðarlínu. Þarna var margt að gerast á stundum tíma. Matti, innsparkið, tekur á sjálfur, reynir fyrirgjöf, hún er of stutt. Logi tekur hann, fast skot, ég ætla að segja neðarlega. Og það er engin pása, Bjarni komið með boltan. Og Matti og Logi og Matti, 1-2 og svo vinna Selfossingar boltan. Alexander á kantinum fjær, fær þessa sendingu, er með 2 menn á sér. Heldur ekki boltanum, nú er Selfoss komið með boltan en Logi kemst inn í sendingu. Níko löng sending inn eða skot. Það er reynt hérna löng sending frá Selfossi. Níko náði þessari yfirvegaður, þóttist að gefa á Júlla en gerði það ekki. Snýr sér svo bara við boltan. Lætur finna fyrir sér hana. Boltin bestinu við hana sem Logi tekur hann. Gefur strax út á kantinn til Alexanders.
Alexander vippar honum framhjá, stefnir hérna inn í teig, nær lausu skoti sem ekkert verður úr og boltinn hjá besti fæturna hérna á Magna sem að næ snertingu en hann fer naumlega framhjá. Staðan það ennþá 7-1 en boltinn er best hratt á milli af allra helminga hérna. Sjáu þið, hérna er þetta að gerast. Hér erum við með þennan leikmann Selfyssinga sem fær boltan aftur á leiðinni á harðaspretti að endalínu og þarf að gefa úr því skot sem fer bara langt yfir. Var hann ekki með með sér til þess að spila á sko. Jæja, Júli gefur út á matta. Menn láta vita af sér hérna. Það kalla. Raggi fyrir boltan. Kemst ekki fram hjá þeim. Selfoss kom með boltan aftur. Stefna hérna við vinstri kantinn. Logi á eftir. Níko inn í teig. Matti bætist inn í vörnina. Kemur Bjarni hérna úr framhjörastöðunni. Aftasti maður. Brunar inn í teig. Alexander aðeins og först snerting hana. Og það er bara beint í fallbyssuna þar. Og keyra á skyndisóknirnar greinilega. Og firnafast skot rétt yfir og í grindverkið. Það eru stuttarsóknirnar hjá Selfyssingum. Þeir vilja mest bara koma boltanum inn í strax. Skiljanlega. Nú var hérna leikmannaskipting Kristófer kominn hérna á kantinn. Kristófer kominn hérna á kantinn og það er aftur út til hægri á Selfossi, næra á boltanum. Það væri nú ráðar að reyndi þarna stoppan sem hefði nú verið gott. Það náði ekki alveg. En maður sá þessar hreyfingu, hann ætlaði ekki að taka svona fast skot og svona þröngu vinkli. Það var Matti með boltan hérna, fasta sendingar. Breiðabliksins sýnst mér eiga þennan bolta hérna. Matti tekur þetta. Staðan þá 7-1 fyrir Breiðablik. Þetta verður Breiðabliksbolti. Átti að vera Sámar og Logi ætlaði að gefa viðstöðulaust aftur á Kristófer úr þessu innsparki, en nú er Bjarni kominn með boltan, hann fer inn á miðjuna, besti Kristófers, aðeins farið aftan í hann þarna, en Selfyssingar halda boltanum, leita út til hægri, mikið, Raggi nær þarna boltanum, gefa hann út á Alexander á vinstri kantinum, reynir að snúa, Selfoss vinnur boltan úr þessu. Þarna snýr Selfyssingurinn Níko af sér, en Níko, hann lætur hún ekki segjast, eldir manninn og boltan uppi. Boltinn ennþá í leik. Ok. Raggi tekur hérna langa skiptingu. Það eru Kristófer og Logi. Aðeins og fyrst sending hérna, en boltanum. Gefur á Matta, aftur á Kristófer, aðeins og fast, en Breiðablik heldur boltanum. Kristófer sendir hérna inn í teig á Loga, Logi ætlaði ekki að viðstöðlast áfram, gekk ekki, Kristófer er hérna í þvögunni. Boltan, tekur skot fyrir í varnarmann Selfoss, Selfyssinga. Langt síðan hefur verið skorað hérna núna. Það er svona sóknin ekki að beitt hjá Breiðablik eins og áður, og í þeim töluðu orðum
eru 2 skot frá Breiðablik á mark sem eru varin og Bjarni átti þarna seinna skotið. Selfyssingar setja beint í langt útspark sem að Nico vinnur þarna á miðjunni. Boltinn í höndum Breiðabliks. Kristoffer fær hann hérna og setur hann skot naumlega yfir. Já, sem svolítið langt síðan Breiðablik hefur skorað í þessum leik eins og þau byrjuðu af krafti. Og hér eru þau aftur komnir inn fyrir og Nico bjargar þessu bara hér bil á línunni þessu skoti. Bjarni hérna, einn á móti einum. Bara þeir ná að koma boltanum inn á miðjuna. En þar tekur Selfoss yfir. Alexander nær boltanum. Reynir að komast fram hjá varnarmanni, gengur ekki. Þá Selfoss komin út á hægri kantinn. Eins og oft áður, Nico tekur þennan vörninni. Út á kantinn. Leita hérna inn á miðjuna. En kalla hérna. Alexander komin á fjær kantinum. Tötsinn aðeins of. Mist hann aðeins svo langt frá sér. Kemur Logi hérna upp miðjuna. Tekur sér stöðu fyrir fram að mannin, gengur ekki. Selfoss komin á hægri kantinn eins og venjulega. Og þarna bara boltinn engu frá því að leka inn þegar Júlíus var komin langt út í teig á mótið manninum. En Breiðablik heldur boltanum. Júlíus tekur hérna langt útspark sem var ætlað Kristoffer. En náði ekki alveg. Kristoffer nær þó snertingu á boltan. En boltinn leik, Nico. Út á kant. Bjarni kominn hérna í baráttuna. En eru Selfyssingar á hægri kantinum. Það gerist mest hjá þeim þarna. Nær Nico hælspyrnu sem ratar í fætuna á Selfyssingum sem nær skoti á mark. Og stuttufæri viðstöðulaust. Það er erfitt að verja. Og staðan þá orðin 7-2 fyrir Breiðablik. Langt liðið á leikinn. Nico hérna í smá vandræðum. Matti hérna komið með boltan. Kristoffer kemst inn í sendinguna. Og þaðan best boltinn yfir á hinn kantinn, það sem er smá kapplaup. En Selfyssingum dæmdur boltinn. Hann fer á stað sjálfur. Ætlar að gefa hann miðju, en það er ekki. Þarna vinnur Breiðablik boltan. Og missir hann. Selfoss. Þetta var síðasta snertingin í þessum leik og þá flautar dómarinn af. Lokatölur hér þá 7-2. Eftir leik sem Breiðablik byrjaði að kappi og náði bara yfirhöndinni mjög fljótt. En svo minnkaði svona aðeins sóknar þungin eftir því sem leið á leikinn og svo var bara halda í fenginn hlut. Og þá er ég að hugsa að bara sýningu bara hérna svona síðustu sekúndundar þar sem að menn eru að þakka fyrir sig og þakka svo bara fyrir mig.